Verið velkomin Halla Hrund. Takk fyrir. Takk fyrir. Þú ert að fara á Selfoss núna bara eftir. Já. Byrju, þú ert ekki þaðan, nei, það passar ekki. Nei, ég er ekki þaðan. Ég er ekki svo heppin. Nei, það er ekki svo heppin. Hvaðan er þið? Ég er hérna á bænum, úr Árbænum. Já. En tenging mín við Suðurland er austan en Selfoss. Sem sagt fyrir austan Klaustur. Ég var mikið þar í sveit á sumrin. Já. Frá ömmun og afa. Þannig að auðvitað elska í Suðurlandi. Svo það sé sagt. Varstu í Árbæjarskóla? Já. Já, ekki. Ég er í Ártúnsskóla. Já, en fórstu síðan í Árbæjar? Átt að fara í Árbæjarskóla en svo flutti ég aftur á Selfoss. Ég skil þig. Áður en ég fór. Og hvað er betra ennar? Ártúnsskóli. Ok. En við vorum að googla þig. Þú bara fórst í Harvard. Það er heldur nett. Já, hérna ég fór þar í nám. Já. Og er síðan að vinna þar ennþá. Ég er að kenna þar á meistarastigi. Kenni á sviði umhverfis og orkumála og svona námskeið sem að snýra nýsköpun á þeim vettvangi. Þannig að ég er að fara að kenna núna, ég kenn alltaf í svona lotum og hef gert núna undanfarin ár. En var áður í námi og var þá að beina sjónum sérstaklega að auðlindamálum sem að eru lykilmál fyrir framtíð Íslands. Já. Maður sem eru aldrei hitt neitt bara sem hefur farið í Harvard. Eru margir Íslendingar? Já, það er alltaf einhverjir Íslendingar í námi þar. Og mæli með, strákar. Mæli með? Já. Það bara sækjum og bara ekkert mál. Heldur betur. En ég meina það kemst ekki hvað sem inn í Harvard, sko. Já, það er allt hægt. Já. Ef viljinu fyrir hendi. Er ekki þannig? Alltaf ekki, jú. Við trúum á framtíðina, við séum já. Er það ekki? Jú. En þú veist, hvað varstu gömul þú fórst í Harvard? Hvað var ég gömul? Er þetta ekki alltaf óþæra spurninga? Nei, ég bara pæla, fórstu bara strax eftir framhaldsskóla, bara búm, í Harvard. Nei, ég fer sem sagt í stjórnmálafræði, hérna heima. Síðan átti ég eftir að fara í alþjóðahagfræði við Töft sem er líka í Boston. Já. Var þar og svo var ég rosa mikið á faraldsvæti. Ég var ég bjó í Tógó í Vestur-Afríku, var í svona hjálparstarfi þar. Að vinna aðalega menntun fyrir ungt fólk. Svo var ég í Bretlandi, þar var ég í námi. Ég hafði áður verið þar sem au pair þegar ég var 17 og var gott að koma þangað aftur. Síðan bjó ég í Danmörku eftir stúdent. Ég vann á Burger King. Mæli með, svakalega góð í að steikja hamborgara. Og svona ég var í Brussel í 3 ár, í París. Þannig að Vá, ég er að fá sko námskeiða núna. Ég er eitthvað ég verð gamall þegar ég klára námið og þú bara búið með Nei, en veistu, þetta er nefnilega bara, þú sér því, algjörlega dodsaði spurningunni hvað er gömul. En ég var á milli 20 og 30, eitthvað svoleiðis. En ég var rétt rúmlega 30 þegar ég fer í Harvard. Og síðan byrjaði ég að vinna þar bara strax í kjölfarið og verð kennari 2017, eitthvað svoleiðis. Og hef verið að kenna þar síðan. Það er crazy. Það er svo mikið fólk sem er á Facebook bara lærði Harvard svona sem joke. Já. Þetta er dauðans alvara. Hvernig er andinn í Harvard? Er það eitthvað öðruvísi en á Íslandi? Er það ekkert eitthvað spes? Þetta er frábært nám og bara aðalega þú auðvitað lærir svo mikið af, það eru ólíkir kennarar sem eru með svakalega þekkingu. Það er bara vísindaráðgjafi, Obama og einhver sem að leiddi einhver mál hjá Sameinuðu þjóðunum, þannig að þú lærir mikið af fólki. Og mér finnst alltaf langskemmtilegast að vinna með fólki sem að maður getur lært eitthvað af. Og síðan ertu bara með fullt af nemendum alls þar að og þú lærir svo mikið af því líka, þú ert alltaf að spegla bara hvernig er þetta hjá þér og þá færðu svo mikla svona dýpri þekkingu og svo er námið bara ótrúlega skemmtilegt og það er dálítið öðruvísi en heima því að þú ert miklu meira í debati og miklu meira að taka þátt heldur en í námi á Íslandi. Þannig að það er svona kannski helsta sem er öðruvísi. Það er ekkert eitthvað fjarkennsla í Harvard? Nei, ég kendi frá Suðurlandinu, ég kendi fyrir austan þegar COVID var, þá kom ég eitthvað heim og mér fannst það mynd magnað að geta bara setið á bóndabæ, það sé áður, ég var að skrifa bréf fyrir póstbílinn, það er eins og 100 ára sem ég segi þetta, svo bara eitthvað nokkrum árum seinna komið internet, ljósleiðarinn og maður gæti bara eitthvað setið við sama borð og verið að kenna nemendum frá yfir 20 löndum. Það er crazy Þannig að tæknin er á flegi ferð. Já. Þú, fyrir ekki? Nei, ég ætla líka bara að segja þú þurfum að tala frá svo. Já. En mér langar að spyrja, þú veist mikið skóla, þú verið í mörgum skólum. Ég var að taka kjósum rétt úti, vísi. Og það var spurt, það var mjög áhverð að taka þetta því. Ég mæli með að því að Já, ég þarf að gera þetta. Fullt af spurningum sem maður hefur ekki pælt í. Hann var spurt í nám, það verið að pæla í einkavæðingu skóla. Já. Og þá verið að tala grunnskóla, er það ekki rétt? Eða er bara svona yfir höfuð? Ég verða að viðurkenna, ég hef ekki, man það ekki nákvæmlega þessu prófi. Það er svo mörg ólík próf. Já.
en einkavæðing grunnskóla eitthvað sem ekki á dagskrá hjá Framsókn. Ekki á dagskrá? Nei, ekki að einkavæða skólakerfið okkar. Nei. Bara þannig að allir hafi jafnan rétt á því að fara í nám. Já, við vorum að ræða þetta svolítið. Mér finnst það mjög skrítið að vera með enga grunnskóla á Íslandi, eins og í Bandaríkjunum, það er þannig svona public school eða private. Já, veistu það skapar alveg ótrúlega mikla stéttaskiptingu. Þannig að, og þá fer það að vera þannig að þeir sem eiga pening geta fengið betra nám og yfir tíma þá allt í einu ertu komið með 2 hópa, einhverju sem að fengu einhverju allt aðra þjónustu og einhverju kannski sem að fengu ekki góða þjónustu eða ekki nógu góða þjónustu meira við hina og ég held bara að við erum svo á Íslandi hvar við 400.000 öllum á bara að líða vel og allir að fá gott nám. Það væri vantilega bara einn svona skóli en Íslandi. Ég meina hvað, það getur ekki bara á Reykjavík, bara eitthvað svona. Já. Það væri smá óþægild, sko. Það bara held ég að vera hverja einasta sveitafélagi, bara í hverju skóla það er. En getið líka ímyndað ykkur, þá færi þetta að vera þannig að sko, það væri svona, já, þú veist, við vorum að tala hérna í hvað skóla varstu. Það er ekkert eitthvað svona, já, heyrðu, eitthvað Árbæjarskóli er meira svona og Selfoss er eitthvað meira prestige. Og það skiptir svo miklu máli bara að sama hvar þú fæðist á landinu, að þú fá bara gott nám. Svo líka spurtum við einkavæðingu sjúkrahúsa og þannig. Já. Ég skil ekki alveg af hverju vil ekki bara bæta eins og það er núna í staðan fyrir eitthvað búið til nýtt sem er enga, þú veist. Já, þarna þekki ég vel. Já, það byrja þá að vera svona eins og í Bandaríkjunum, þú veist, bara háir reikningar bara og þú veist, allt svona, það var ekkert ríkisstyrkt, neitt. Nei, hljómar ekki þannig, það er bara enga væðing. Nei, það er rosalega mikið stress ef maður er hérna í Bandaríkjunum. Þú færð bara tryggingar fyrir spítalavist og svoleiðis eða þú ert í gegnum vinnuveitandaðin. Til dæmis þú ert eitthvað, þú veist, á milli starfa eða sjálfstætt starfandi eða eitthvað slíkt. Þá þarf þetta að passa þig sérstaklega vel. Og ég eignaðist yngri dóttur mína í Bandaríkjunum og ég gleymdi að hafa samband við tryggingafélagið. Ég var búin að vera einhverju svona mæðravernd, ég gleymdi að láta þau vita að ég væri búin að eignast barnið. Og þeir voru svona, heyrðu, þú tilkynnir ekki til tryggingana bara í dag á sért búin að eignast barnið. Þá þarfst að borga, þú veist, í mani geta voru ykkur margar milljónir. Já, bara ykkur að klikka upp að. Þetta er alveg kvíði og aldrei mörgum í Bandaríkjunum, bara að eignast börn, bara út af reikningum sem kemur. Bara það sem fylgir að, þú veist, eignast barn líka bara að hugsa barnið, finningur, þú veist, þess að þetta vona maður bara svona, ok, shit. Marg 100.000 krónur að vera með barn í leikskóla og svoleiðis. Þannig að þetta er aftur, þetta er svo mikið lífsgæði hjá okkur að geta bara eins og þið eru að hugsa, hey, mér langar til að láta draumina rætast, þú veist, vera með ólíka vera í ljósmyndun, vera með podcast og allt þetta, að þið þyrfti að vera að hugsa svakalega mikið heyrðu, ég verð að spara þetta núna að því eftir 7 ár langar mig til að eignast barn og ég verð að geta rekið það. En þetta breytir svolítið mikið þessari frelsistilfinningu sem að við höfum að geta svona bara tekið áhættur og verið í alls konar verkefnum. Ég held að sé ótrúlega verðmæti sem sko fyrir ungt fólk og það var kannski það sem að gera það verkum að ég var svona í alls konar verkefnum á þessum tímum sem ég var að fara með til landa var bara maður þurfti ekki að hafa ágjur að því að þurfa að borga einhverja risa reikninga þegar maður kemur heim. Þannig Framsókn vill ekki einkavæðingu? Nei, við viljum ekki einkavæða okkar heilbrigðisþjónustu. Það er bara ekki það sem við stöndum fyrir. Það eru samningar við ákveðna þjónustu fyrir liðskipta aðgerðir og þannig fyrir töluvert eldra fólk heldur en ykkur og þá stundum gerði samningar til að vinna á biðlistum en það er ekki verið að einkavæða heilbrigðiskerfi eins og við gert í Bandaríkjunum. Það er einhver leið sem við höfum að halda okkur frá. Þú ert náttúrulega veist ekki orku. Það er bara búin að læra fullt orku, varst orkumála stjóri heitir ekki, jú. Sem bæði vegi, ég veit ég skil titilinn en hvað þýðir þetta starf? Svakalegu titill, orkumála stjóri. Er það bara, þú veist, er það þá eitthvað svona pæli Landsvirkjun og hvað þannig? Já, þetta er í raun og veru svona embættismaður og vinnur hjá hinu opinbera og þú hefur í raun og veru, þú rekur stofnun sem heitir Orkustofnun og í því felst að passa upp á að nýting á auðlindum sem að hvort að það eru orkuauðlindir eða vatn eða jarðefni séu gert með vönduðum hætti. Og þetta er auðvitað rosalega mikilvægt mál. Fyrst er Alþingi búið að samþykkja hvað á að nýta, þú veist hvað virkjanir og annað að fara í, en það þarf að passa mikið upp á þessar auðlindir. Og það er eina ástæðan fyrir að ég er að stíga á vettvang stjórnmálana,
af því að við erum að selja svo mikið af þessum auðlindum úr landi, líka selja jarðir sem að vatnið okkar fylgir með og það kannski virkar einhvern veginn eins og það sé ekkert sérstaklega mikilvægt, bara einhver ein jörð hér og þar, en ef við hugsum sko hvernig heimurinn að hlýna, að þá bara aðgengi að vatni orðið rosalega sko takmarka á mörgum stöðum og þetta bara orðin alveg svakaleg verðmæti sem að við eigum og við þurfum að passa upp á að við séum ekki bara að selja þau úr landi smátt og smátt, heldur að hafa mjög svona skýra framtíðarsýn. Þannig að það þarf að breyta lögum þar. Ég alveg að sagja ykkur? Nei, alls ekki. Og sama með orku auðlindina. Við verðum að passa líka upp á eignarhald þar. Að við erum með rosa mikið af nýjum verkefnum sem eru á sviði vindorku til dæmis, sem eru í erlendu eignarhaldi og við þurfum að passa upp á að auðlinda ábatinn, þar að segja tekjur af þessari nýtingu, skili sér til samfélag. Þannig að það lykilmál fyrir framtíðina, að því að vitið hvað, að tekjurnar af þessum auðlindum, sama hvort það af orku eða í sjávarútvegi eða öðrum auðlindum, það það sem að rekur þetta heilbrigðiskerfi og gera það verkum að við getum borgað skólana. Mér finnst alltaf verið að tala þetta sko, þegar þú veist, einhvern veginn er alltaf bara að passa upp á auðlindur okkar og allir, þú veist, ógeðslega brjálægur þessu, samt einhvern veginn breytist ekkert bara aldrei, skilur. Veistu það, ég bara tek undir að það hefur einhvern veginn ekki mikið verið gert í að breyta löggjöfinni. En þá einmitt, að því að í starfi orkumálastjóra, þá læriru rosalega mikið hvernig regluverki virkar, þannig að skilur vel hverju þarf að breyta. Og af því að ég hef búið í Afríku og Evrópu og Bandaríkjunum, þá hef ég svo mikla þekkingu á hvað hefur farið úrskeiðis annars staðar. Og ég ætla að nýta þessa þekkingu, bæði á lögunum og á því hvað hefur farið úrskeiðis annars staðar, til að passa upp á að við gerum ekki sömu mistök hérna heima. Þannig var ekki ykkur breskur gæði sem er búin að kaupa ógeðslega mikið jörðum? Já. Má það ekki annars staðar í öðrum löndum? Þetta svo áhugavert að meiri segja eins og Noregi og Danmörku, bara Norðurlöndunum sem að við erum svona næst, að það eru miklu meiri takmarkanir af því að þú getur bara komið og keypt upp land. Og það landi líka bara sko, meiri háttar auðlind. Það auðlind fyrir starfsemi sem að við nýtum í ferðaþjónustu, það auðlind bara fyrir matvælaframleiðslu og þeir eru nú heldur betur sko frá Mekka matvælaframleiðsluna sem í kringum Selfoss, rosaleg landbúnaðarhéruð. Og ég bara segi líka hlutir, nú stríð í Evrópu, þú veist, við erum að sjá, núna nýr forseti í Bandaríkjunum, meiri óróa á mörkuðum og það skiptir máli bara að við séum í sókn þegar kemur að því að framleiða matvæli. Og það líka loftslagsmál, að við séum ekki að fæða þjóðina og fæða alla ferðamennina á sko, vörum sem við flytjum inn. Ég heiti grænmetisbændur í gær. Þú veist, af hverju eigum við að vera að flytja inn alveg svakalega mikið af grænmeti og meira í staðin fyrir að við segjum bara hei, nýtum auðlindirnar okkar og við erum bara með bestu vöru í heimi. Það líka gott til loftslagið. Þannig að það að mörg að taka. Hvað finnst þér vindmyllur? Mér finnst þér að sko, vindmyllur eru eitthvað sem á að byggja upp á takmörkuðum stöðum. Það geta búa til orku og geta verið góð viðbót við raforkuframleiðslu. En þetta eru risa mannverki. Þetta eru bara, nú erum við með vasklas. Þetta sést víða af. Þannig að þetta hefur rosalega mikil áhrif á bara náttúrun okkar. Og hún líka að vaxa í virði. Hafið bara hjá Skógafoss. Já, ég meina það bara ótrúlega góðu punktur. Ón í það? Ón í það sem þetta fer. Að meina löggjöfin þannig núna að það bara hægt að drita þeim niður. Það bara að teppalegja landið með vindmyllum. Og ég held einhvern veginn að hugsa það þegar það er að keyra austur á Selfoss og horfir svona yfir og það fallegt. Þú vilt ekki hafa þetta allsstaðar. Það þarf að vera mjög afmörkuðum stöðum og Framsókn til dæmis eini flokkurinn sem bara hugsa þetta líka út frá náttúruvernd. Þetta sé bara fá verkefni sem eru hagkvæm í stærð en sé ekki bara þannig að landið sé teppalegt. Og það líka hugsa ykkur deilurnar sem verða bara milli ef þú átt land, þú vilt fara í vindorkugarð, þú ert eitthvað nágrannin og þú bara, þú veist, með ferðaþjónustu. Það líka bara slæmt að við séum öll að rífast eitthvað hringinn kringum landið. Þannig að fá verkefni og ná sátt þau eitthvað sem skiptir máli. Hefur þú séð í Danmörku? Nei, þú ekki komið? Jú, ég kom til Danmörku. Það er alveg flottar, það er eitthvað svona
manni ég bara krakki, maður kerði eitthvað stór brú, svona hjút svindmjölu. Þetta getur alveg flott, ef maður skipulegur staðina vel, þá getur alveg verið... Ég er sammála að sko, staðsetningi skiptir öllu máli og svo annað þegar þú ert að tala um að fljóða til Danmerkur, þá sér það líka á hafi. Einmitt, það er það sem ég er að tala um, sko. Þetta var eitthvað svona hjút svona brú og það er bara onni í bara hafinu. Já, við höfum líka þau tækifæri. Ó, það er crazy. Þannig við getum meiri að sko sleppti að vera rífast jafn mikið vindorku á landi og sagt bara, heyrðu, við ætlum að líka hafa sko ákveðin verkefni á hafi. Þannig að það er líka spennandi að skoða það. Já. Og það er dæmið það sem orkumálastjóri gerir, er að segja, hei, við höfum tækifæri á hafi, við þurfum að skoða ákveðin svæði fyrir slíka nýtingu. Svo var það var eitthvað mál sem ég veit ekki mikið það var eitthvað mikið drama landbúnaðar eitthvað, það var eitthvað samin eitthvað fyrirtæki, eitthvað kjötdæmi. Þetta var eitthvað, ég veit ekki, ég þarf eitthvað að kynna með það sko, þetta var eitthvað alltaf gott podcast eða svona ég þarf að kynna með það kemur með eitthvað sem ég veit ekki alveg það var eitthvað svaka ádilumál eitthvað, ég veit ekki eitthvað tengist samkeppnishæfni landbúnaðarmáli ég bara segi einu orði sko, ég vil sjá miklu meira á ungu fólki koma inn í bæði landbúnað að gera ég held að það sé samkeppnissjónarmiðið sem við þurfum það er ekkert hægt að hafa sko, bændur bara sem eru sko, stuttur því að þeir fara á ellilaun og það er heldur ekki hægt í orkugerunum að þetta séu bara sko, frekar einsleitur hópur þannig að ef þið eru að pæla í hvað þið ætla svona leggja ykkar á mörkum varðandi nám og annað sem okkur það er Harvard einhvers annar stað landbúnaða sko bara annað Nei, vitið hvað, nefnilega fólk hugsar oft svo það eitthvað neina að landbúnaður sé sko, eitthvað bara þú þurfi bara að fara þessi einhver svona ákveðin leið bara ég fór í bændaskólan á Kanneri sem er vissulega frábært nám en ég er að vinna með ungur konu sem að er efnaverkfræðingur og ég bara fekk hann til að koma heim með mitt frá Danmörku til að vinna með mér í kosningabartunni og þú veist, hún er búin að fara yfir það með mér að þú getur verið að nýta slíka menntun í því að búa til sko andlitsmaska líka við úr salatblöðum eða þú getur verið að búa til eins og við smökkuðum í gær rækta chilipipar fyrir tacosósur og þetta er svo ótrúlega fjölbreytt og við þurfum svo mikið af fólki með ólíka menntun til að koma inn í þessa geira þannig að það er kannski líka framsókn, ég held að sko, fólk tengi framsókn svo mikið við bara eitthvað bændur og eitthvað svona frekar stöðluð segja sumir, ég veit ekki hver ykkar sko ég veit ekkert þú veist, ég maður bara til slagurinn eitthvað, er ekki bara best að kjósa framsókn? Já. Er búið að breyta því? Það er algjörlega í gildi. En það er ekki að breyta því? Nei. Sko það er ennþá í gildi. Það er það í gildi. Og svo er líka minni öfgar meiri framsókn. Já. Og það kannski tengist í að sko framsókn er á miðjunni. Ef maður er með svona pólitískt sko landslag, þá ertu með, þegar við vorum að tala um einkavæðingu, bara alveg til hægri. Og svo ertu með bara vinstramein, bara, þú veist, allt miklu minni miklu meiri félagshyggja eða að ríki raun og veru eigi og ríki allt en Framsókn er bara öfgalaus á miðjunni sem er bara svona, heyrðu, höfum gott og öflugt atvinnulíf en pössum líka upp á skólakerfið og heilbrigðiskerfið og ég held við þurfum dálítið meira af slíkri pólitík í samfélaginu okkar af því að það eru átökum innflytjendur og orkumál og fólk er að rífast alls konar mál en við þurfum bara svona sterkan flokk sem er að reyna að hlusta í báðar áttir og taka góðar ákvarðanir og fyrir mér er það Framsóknarflokkurinn Já, það er með innflytjendur Sigurður Ingi talaði á leitafundurum það var svona smá breyting að þú veist svona það var svona sem ég varst svona mest áhugað sko Já það mjög stað, já og já, þegar ég var að taka þetta próf þá kom út minni mig að Framsókn fannst ekki vera ómikið innflytjendum sem var komin en þau vildi samt ekki að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael sýnist mér og ég finnst það svona áhugavert hvað svona, ég held að þessu eini flokkurinn held ég sem finnst ekki vera ómikið innflytjendum held ég ég veit ekki, ég giska það sko bara til að, nú veit ég aftur þetta er svo mörg kosningapróf en myndin er einfallega þessi að rosalega mikið af fólki sem kemur til Íslands er fólk að vinna þú sér það bara á fólki sem er í bakaríum eða er að vinna í heilbrigðiskerunum eða er að vinna í
bara ólíkum byggingariðnaði, rosa mikið af fólk að vinna oft í störfum sem Íslendingar vil ekki sinna og það langstærstu hlutin af þeim sem að koma til landsins og þar rosalega mikilvægt, þetta fólk bara frá Pólandi, bara frá ólíkum Evrópuríkjum sem koma til að vinna í ferðaþjónustan væri annað dæmi og mér finnst skipta mestu máli að við séum að kenna þessu fólki íslensku þannig aftur það verði ekki eftir einhver ár svona 2 þjóðir í einu landi og að því nú búið við erlendis að það ekkert sko flókin krafa að fólki að læra íslensku og við þurfum að styðja við það þannig að ég held að það sé svona varandi þannan hóp síðan það sko hælisleitendur sem allt annað hópur, það fólk sem að flýja stríð eða átök eitthvað slíkt og þar verðum við að passa að taka ekki taka hóp sem við ráðum við af því að við erum að tala að við viljum að fólk fái líka tækifæri þar til að blómstra og verða hluti af okkar samfélagi þannig að það ekki rétt að Framsókn vilja ekki passa upp á landamærin okkar við viljum öflugri landamæravörslu sérstaklega gegn glæpagengjum sem eru rosalega vaxandi bara í Evrópu heilt yfir og líka hér á landi og við viljum líka passa upp á að sé ekki bara stjórnlaust flæði af innflytjendum af því að það sem að skiptir mestu máli að fólk nái að fóta sig og fá tækifæri í samfélaginu og við sjáum það bara í Svíþjóð og ég sé það þegar ég bjó í Belgíu og Frakklandi að ef við erum bara ekki að taka á móti á bara fjölda sem við ráðum við sem að fær bara fullan stuðning að þá bara koma vandamál fram í framtíðinni. Þá það bara allt inn þannig að það eru deilur á milli hópa, fólki finnst að hafa orðið undir í samfélaginu og svo framvegis. Og ég get sagt ykkur að númer 4 á listanum í suður kona frá Palestínu sem heitir Fita. Hún kom inn sem flóttamaður þegar hún var 16 ára og hún meitt bara talar reybrandi íslensku. Hún stofnaði fyrirtæki sem heitir Geosilica sem að vinnur steinefni úr jarðhita. Þannig að við getum bara borðað næringarefnin úr jarðhitanum og hún bara með fullt af fólki í vinnu og að flytja út vörur og annað. Og hún svona dæmi hvernig við viljum að fólk sem að við tökum á móti frá stríðsögum löndum blómstri. Þannig að taka móti ákveðnum fjölda og passa upp á að við náum að láta fólki líða vel og það getur orðið fullir meðlimir af samfélaginu. Annars fara þess að deilur að skapast og það viljum við ekki. Við viljum ekki sjá svona átök eins og hafa verið í Svíþjóð og Danmörku og milli ólíkra hópa. Það ekki farsælt. Nei. Þannig að það sýn Framsóknar að gera þessa hluti svona. Já. En þetta viðskipta þingar dæmi, það eitthvað? Nú var ég að svara prófa RÚV. Auðvitað þurfum við að staðan fyrir botni Miðjarðarhafs. Þetta hræðileg staða sem þar í gangi og auðvitað þarf að beita þvingunum og passa upp á að við séum að veita viðspyrnu við Ísrael, hvað það varðar. Já. Þannig að það bara svo í svari því hér og nú. Það þarf auðvitað það bara verið að myrða fólk þar daglega og það eitthvað sem Ísland hefur tekið mjög afgerandi afstöðu og við þurfum að halda áfram að þeirri braut bara að því að Ísland sem eyríki hugsa ykkur það að við höfum allt okkar undir að mannréttindi alþjóðlega séu virt. Okkar fullveldi líka veldur á því að það sé þannig að ef einhver ræðst hingað að fólki sé ekki bara eitthvað alveg sama. Já, einmitt. Þess vegna þurfum við líka að styðja við aðra. Já. Það alltaf flókin staða. Við erum svo lítið landi samtalið mikið allt land sem okkur Já, og við gerum þetta gegnum alþjóðstofnunir og auðvitað okkar skilaboð á alþjóðavettvangi og við gerum það líka hvernig við tökum móti fólki og annað, þannig að þetta helst allt í hendur. Já. Það var svo náttúrulega í svona fórseta frambóði daginn. Já. Og var alltaf stefnun að fara í alþingi ef það klikkaði? Var það bara alls ekki. Nei. Það fer heldur enginn í fórsetaframbóði nema bara vera að fara í það ferðalag. Já, og svo bara ekkert annar plan eða svona bara reyna að keyra það bara alveg bara svona. Já, það auðvitað gekk mjög vel. Ég var auðvitað að koma nýinn á bara svið það að vilja berjast fyrir hagsmunum Íslands, kannski í enn stærra samhengi en orkumálastjóri, þá vissulega sé það hlutverk sem að passa upp á auðlindirnar okkar á ákveðnuleyti. En svo bara sprakk þessi ríkisstjórn, við veitum öll hvernig kosningarnar fóru.
í vor og Fældi að vita ekki hvað. Það væri mjög slæmt. Já, mjög slæmt, já. En, eftir að það, þið viti kannski, ég veit ekki hversu vel þið fylgdust með, að þar var ég að tala þessi auðlindamál og passa upp á þær fyrir framtíðina. Og það í raun og veru ekkert ósvipað og það sem kalla mig í pólitík núna bara að horfa á að passa upp á þessi verðmæti sem við eigum fyrir ykkur og næstu kynslóðir. Og líka bara að vera að skapa þetta samfélag sem að fólk vill flytja heim til. Þú veist, að unga fólki okkar sem að ferðast allan heim og mennta sig á ólíkum sviðum, eða þið sem að velta fyrir ykkur hvar bestu tækifærin. Ég vil sjá að við séum að skapa tækifæri í nýsköpun og menningu og listum, þannig að þið viljið vera hér. Það ekkert sjálfgefið. Þannig að það það sem að kannski kalla mig í pólitík. Og svo vitum við að þetta gerist mjög hratt. Allt í einu springur ríkisstjórnin og ég þurfti að taka þessa ákvörðun mjög hratt. Já, og þá Framsókn alltaf bara fyrsta taus. Það var í raun og veru þannig að þegar maður tekur svona ákvörðun að fara inn á pólitískt svið, þá þarftu dálítið að finna, þú ert ekki að taka ákvörðun með huga, þú ert að taka ákvörðun með hjarta. Og Framsókn var sá flokkur sem að mér finnst að hafa sýnt það að hann hefur úttalt á seglu sem að þarf í stór mál. Hann ekki einhver Spútnik flokkur. Hann ekki flokkur sem eitthvað duglegur á Facebook og gerir svo ekki neitt. Þetta flokkur sem búin að vera með okkur í gegnum sjálfstæðisbaráttur, í gegnum alls konar þungmál í íslensku samfélagi. Já. Þannig að það skiptir mig máli. Og svo skiptir mig líka máli að þetta eini stjórnmálaflokkurinn sem að vinna fyrir fólk fyrir utan höfuðborgarsvæðisins. Og fyrir mér það þannig að stór tækifæri fyrir lífsgæði, ef að fólk að hugsa það að vera ekki fastur í umferð, hafa aðgengi af leikskólum og allt þetta. Stór tækifæri á landsbyggðinni. Og pólitíkinni vantar sterka málsvara fyrir það sem að gerast allt land. Ekki bara vera að hugsa hvernig alltaf þetta að bæta þjónustu í 101 eða 107. Þannig að ég líka sama hvort að það eru spítalar eða skólamál eða bara vegir sem að geta verið mjög misjafnir á landsbyggðinni. Það líka það sem að mér finnst skipta máli að vera málsvari fyrir. Já, það mega sens. Það allt mjög jákvætt. Það allir að tala, það vilja allir eitthvað. Það ekki að segja eitthvað, ég vil eitthvað að þú veist. Ég með einu svona pólitíska spurningu. Þú veist, það náttúrulega flokkar bara með miljónstefnur. Alltaf. Og þú veist, á svona meðaltali, hvað fara margar stefnur í gegn? Svona, þú veist, ég veit ekki eins og hvernig það virkar. Já, það segja, þú veist. Þú veist, það náttúrulega kom með eitthvað alþingi og sagði bara, við viljum gera þetta og allir kjósa. Þú veist, það ofta þess að fara bara 2 mál í gegn, eða þú veist, eitthvað svona... Það eru auðvitað samhljómur, þegar eftir kosningar, þá reyna auðvitað flokkar að mynda ríkisstjórn sem hafa ákveðin samhljóm. Þannig að það sé svona, já, heyrðu, við viljum styrkja þetta samgöngur á landsbyggðinni. Heyrðu, við líka. Þannig að það er reynt að draga saman slík mál. En það er fullt af málum sem fari í gegn í áherslumálum. Og ég veit ekki hvort ég hef fylgst til dæmis með vinnunni hjá Lilju Alfreðs, að þið eru að þú ert í ljósmyndun. Það er bara risa fjármunir sem að fara í kvikmyndaðina, sem að fara í alls konar menningar og listastarf. Já. Og það alveg bara rosalegar breytingar sem verða út af einni mannesku sem hefur ástríðu fyrir málafloknum. Þannig að þú getur haft gríðarlega mikil áhrif í pólitík. Og jú, vissulega vilja allir hafa góð áhrif. En það samt munur á flokkunum. Þú ert með skýra flokka sem eru meira til hægri og eru meira að hugsa einkavæðingu og kannski minna sama að allir hafi það gott, ef svo má segja. Og svo ertu með kannski flokka sem eru lengra til vinstri og eru oft kannski með svona ákveðin kannski afgerandi mál. Þannig að aftur, ég held að Framsókn skeri sig mjög úr og það var það sem ég fann líka því ég átti samtölu við ólíka flokka að bara mér stöður mikil heilindi og svona kannski skynsemi í miðjunni á miðjunni sem við þurfum að halda. Það er bara svona það sem ég er að pæla, þú veist, það er svona fyndið, þú veist, að svona maður að bjóða þessu að svona flokkur, veist, og það eiga allir að segja svona hvað vilja gera, það er
ég var að horfa á leitarfundinn og svona, voru nánast allir að tala alltaf sama fyrir utan svona eitthvað smá, skilur þú veist, það svona, maður að segja, ég ætlum öll að gera þetta, en hver actually mun gera það, það er svona, sem kjósnefna bara eitthvað, ég ætla að kjósa þennan því ég held að þið mun ekki, að þú veist, kosningalofvörð, það alltaf. Þetta frábær punktur, af því að, sko, það eru ólíkir flokkar og sumir eru tiltölulega nýir eða eru duglegir að vera með mjög mikið læti í fjölmiðlum og hérna er að fá tölvöld mikið fylgi. Sér til dæmis Miðflokkinn sem er svífur frekar hátt núna. Mætingin hjá þeim á þingi var 17% sem er bara, þú veist, rekin og framhaldsskóla með þá mætingu og það er rosalega mikið af statusum og greinum og allt þetta og hérna, en að vera á þingi og vera að reyna að koma hlutum í gegnum þingið, það er hörku vinna og það er miklu meira en 100% mæting sama, sko, hvort þú ert að tala um alþingi eða eitthvað fyrir utan þá vinnu sem að vinnan á alþingi krefst og það er aftur, Framsókn fyrir mér er mjög vinnusumur flokkur ég sjálf bara kem að mjög vinnusumur fólki og fólki sem að metur það að láta verkin tala og ég held að það sé alveg ótrúlega mikilvægt fyrir þessi mál sem eru framöndan að þetta sé ekki, það er ekki nóg að vera með einhverja Facebook-statusa, það þarf að koma hlutur með verk og að því þú ert að tala um eitthvað sem að aðgreinir að þá held ég einmitt bara aðgreinandi þátturinn er það að vera bara, heyrðu, þú veist, við erum á miðjunni, við viljum ekkert eitthvað teppalegja landi í vindmyllum eða gera ekkert í orkumálum, við viljum ekkert sko vera þannig að við lokum fólki, tökum ekki á móti neinum flóttamanni í stríðsjáum löndum eða opnum landamærin alveg. Við erum bara í miðjunni með skynsemina hvað þetta varðar og sama aftur þú veist, við höfum sýn fyrir allt landið erum ekki bara við ætlum bara að vera að þjónusta höfuðborgarsvæðið eða ætlum bara að vera að þjónusta einhverja ákveðna sérhagsmuni einhverjum einstökum málum eins og bara málefni eldri borgara eða bara málefni umhverfisins. Þú veist, við erum bara þessi skynsama miðja og ég held að það sé mjög aðgreinandi þáttur og eitthvað sem að skiptir samfélagið okkar alveg útrúlega miklu máli. Mér langar að spyrja þegar forsetakosningar þá var ég tók viðtal og svona var að pæla þá var fólk ofta að tala margir að tala þetta ég man rétt sem ég langar að skilja betur World Economic Forum. Já. Það er ekki rétt, heitir ekki það? Já. Þannig að hefur þú farið í það? Veistu hvað um það? Já, þú veist það. Heldur betur. Og var ekki eitthvað gæði Klaus Schwab eða ekki? Já, svona... og takk fyrir að, sko, nú með endilega koma upp með svona einhver mál, það voru alls konar netröll í tengslum við World Economic Forum og ég fá ennþá stundum einhverju svona komment hvað þessu sem að tengist því. World Economic Forum er í raun og veru svona eins og, hvað ég segja, tengslanett, bara af fólki sem að vinna á ólíkum málefnum. Það er verið að vinna af málum og umhverfismála, viðskipta og það er eiginlega langflest fyrirtæki sem að hafa bara fyrirtæki, samtök og annað sem hafa tekið þátt í verkefnum með vinnu sem að tengist World Economic Forum á einn annan hátt. Og ég var, þegar ég er úti, að þá velja er alltaf svona young global leaders. Það er að segja fólk sem þykir hafa skara fram úr á einhverju sviði. Og ég var búin að vinna alveg ótrúlega mikla vinnu í málefnum norðurslóða af því að mér er svo annt það að hafið okkar sé ekki að breytast hugsa sjálfbærni hafsins og ég var að vinna í málefnum minni hlutahópa eins og frumbyggja og ég var að vinna í orku umhverfismálunum og af því að ég hafði náð langt á þessu sviði og ég stofnaði meðal það sem heitir Arctic Initiative við Harvard sem að fá fólk allstaðar úr heiminum að reyna að leysa súrnun sjávar og loftslagsmál og bara lykilmál sem skipta framtíðarmáli. Að þá tilnefnduðu mig sem Young Global Leader að ég var leiðandi. Og það eru tengsl mín að hafa verið tilnefnd. Alveg svo fólk er tilnefnd til einhverja verðlauna eða tilnefnd til sem framúrskarandi ungur Íslendingur eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það var ótrúlega mikill heiður að fá það tilnefningu að það er alls konar það er alls konar samsæriskenningar að þetta sé eitthvað allt annað en þetta er það sem þetta felur í sér. Þetta mála sem svona þið veist eitthvað því að fréttamenn máttu ekki vera á fundinum. Er það rétt eða er það bara bull? Nú bara
það engi fréttamenn á neinum fundum, ég var bara tilnefnd sem Young Global Leader. Já, þú mættir ákveðt fund hana? Já, ég mætti á fund bara með öðru ungu fólki sem hafi verið tilnefnd. Og hvað, var það bara eitthvað, þið bara spjallum? Já, bara verið að fara yfir, bara hei, ég var tilnefndur fyrir þetta, gaman að hitta þig, hvað varst þú tilnefndur fyrir? Og hugsunin bara, þú veist, að tengja saman ungt fólk sem að kannski eins og í mínu tilfelli var að vinna hérna málefnum sem tengjast hafinu eða málefnum sem tengjast mannréttindum eða eitthvað annað. Þannig að sé hægt að gera fleiri hluti saman. Þannig að það var í raun og öðru. Eruð með einhverja fleiri svona spurningar? Það er svo gott að geta svarað. Því mér eru eiginlega bara brandtíma. Það er alveg bara... Verð ég að hætta við að fara Selfoss? En var þessi Klaus Schwab gæði hana? Nei, ég var aldrei hitt hann. Nei. Það var eitthvað, það er alveg svak, því hann er svona eitthvað leður í fötum og þetta að vera með eitthvað svona amendments, eitthvað svona þegar hún er 2030, eitthvað, þá á að, eitthvað því var svona global stefnu, eitthvað, vildi hafa svona eina ríkisstjórn. Nei, veistu, þetta er bara, sko, orðið eitthvað, ég held þetta þurfi bara að vinda og ona hvað þetta er og hvað þetta er ekki. Ég veit ekki hvað er þetta að bera þetta saman við hérna á Íslandi. Þetta er í raun og veru hvað væri annað, þú veist, þetta er í raun og veru bara eins og samtök fyrirtækja í leikjaðina eða eitthvað, þetta er bara hérna, það sem fólk er að vinna einhverjum ákveðnum hérna, markmiðum og þetta er ekki nein alheims einn stefna en eitt slíkt sko. En aftur, ég hef skrifað grein og byrt hjá þeim málefni hafsins meðal annars og það er bara því að mér finnst skipta máli að maður sé að láta rödd sína hljóma og sérstaklega reyna að hafa áhrif á fólk sem að, er kannski að taka ákvarðanir hjá fyrirtækjum að gera hlutina vel, taka vandaðar ákvarðanir. Þannig að Við þurfum, þetta er bara að loka. Kannski svona síðasta, bara svona, og það við erum mögulega með svona unga hlustundur á hvað svona, hvað vill þú segja þá svona til að kannski fá til að kjósa Framsókn? Sales pitch, nei, ég meina þú veist, hún er fyrir Framsókn. Ég held aftur, ef þið viljið fá flokk sem lætur verkin tala, flokk sem er ekki sama hluti eins og húsnæðismál. Ég kannski bæta hans við að ég keypti mitt fyrsta húsnæði á svona verðbólgutímum og ég seldi það með tapi og var lengi að borga lánið. Þannig að það er líka eitt af mínum hjartasmálum. Það er hluti af stefnu Framsóknar að vera með lengri óverðtryggðri lán og svo kallu hlutdeildarlán. Það þurfum við að leggja minna út ef þau eru að kaupa húsnæði. Þannig að það er eitthvað sem skiptir máli. Síðan er það líka bara þessi nýsköpun og menning og listir, þú veist, þessi skapandi hugsun sem við þurfum inn í alla geira. Framsókn hefur verið að gera ótrúlega hluti þar, meðal annars í gegnum Lilju Alfreðsdóttur hérna í Reykjavík og við þurfum að gera það hringinn í kringum landið, að mínum mati. Og síðan held ég líka aftur, við þurfum að eiga landið okkar, það er lykilmál og það er sko kannski stærsta máli því að það að eiga auðlindirnar og geta fengið tekjur á því að nýta þær. Það er að fara að borga fyrir allt það skemmtilega og góða sem okkur langar að gera. Í mínum huga er það kannski stærsta loforðið að vilja berjast fyrir því. Svo bara kjósu við bara alltaf að kjósa. Svo hvetjum við alltaf til að fara að kjósa bara. Heldur betur, nýta réttin. Var ekki 30. nóvember, ekki? Já. 30. nóvember, allir stökkva í kjörklefa. Já, það tekur 5 mínútur. Þetta tekur enga stund maður. Og bara kynna ykkur þetta vel. Já, bara allir að skoða sína, skoða alla flokkuna. Allan að mæta. Það er lágmark, mæta. Bara takk alveg fyrir að koma. Bara takk, mjög gaman. Gaman að fá þig. Þeir eru takk fyrir mig og ég bara hlakka til að ég hugsa til ykkar leiðu í rennin á Selfoss. Já, ekki. Snill. Takk.